Já, hvað meira hérna? Um, Kannski eitt að taka eftir hér allavega þetta er í öðru, skýringarhlutfallið. Þetta matið okkar, já, við hefum kannski að byrja á að segja, það matið okkar á sigma, sem sagt staðalfráviki á leifunum. Þetta er í öðru, skýringarhlutfallið, þetta segir okkur að 51% af breytileikunum í þyngd má útskýra með hæð. Hversu hátt hlutfall af breytileikanum í y-breytun okkar getum við útskýrt með x-breytun okkar. Og já, þetta er svona það sem er áhugavert eins og er. Nú, þetta eru sem sagt ekki, ég ætla að ítreka það, þetta er ekki gildið á beta 0 og beta 1. Þetta eru möt okkar á þessum stikum. En alveg eins og við getum smíðað öryggisspil fyrir my og sigma og p, þá getum við smíðað öryggisspil fyrir þessa stika og það gerum við með confint aðferðinni og mötum hana með nafninu á hlutnum. Þetta er sem sagt 95% öryggisspil og það má þá stilla sjálfsögðu, skoðu bara hjálpina fyrir confint, hvernig öryggisspilið vil ég fá. Þetta er 95% öryggisspil fyrir beta 0 og 95% öryggisspil fyrir beta 1. Hvað meira? Jú, við þurfum að kanna hvort að forsendurnar, að þær séu í lagi, og forsendurnar þegar við erum að smíða svona aðkvæðsgreiningarlíkan eru að leifarnar séu óháðar og normaldreifðar og með fasta dreifni. Og við getum skoða leifarnar, þær eru hérna LM1, það var sem sagt nafnið á hlutnum okkar. Gerum það bara hér, LM1 dollari residuals. Hér eru leifarnar, 100 stykki og það er sem sagt mismunurinn á hinu sanna gilda y og því sem líkanið okkar spáir. Og ef við ímyndum okkur við værum sem sagt myndum teikna hérna sem er jú auðvelt að gera og þið sáu það í myndbandinu þar sem við vorum að teikna myndir. Ef við myndum setja línu hérna þá eru leifarnar sem sagt mismunur frá hinu sanna gildi eða punktunum og upp eða niður í hérna línuna. Nú við þessar leifar eiga sem sagt að fylgja normaldreifingu með meðaltal 0 og fasta dreifni og ég mæli með að hérna þessum Fortify aðferð úr ggplot 2 pakkanum. Ég ætla nú ekki að fara í þetta hér en skoðu þetta, þarna fáum við, og þá kannski sérstaklega þegar við erum farin að meta svona flóknari aðkvæðsgreiningarlíkun, að hér, þetta getur verið mjög gagnlegt þegar við erum að kanna leifarnar. Ég ætla bara að sýna ykkur svona eina algenga mynd sem er gott að kunna gera og það er normaldreifingaritt. Þess að athuga hvort að við getum gert ráð fyrir að leifarnar fylgja normaldreifingu og hér það er stat_QQ sem gefur okkur það og takið eftir að hér mötum við ekki ggplot aðferðina með nafn og gagnatöflu heldur með nafni á aðkvæðsgreiningarhlut og hér til að teikna sem sagt leifarnar og við notum stat_QQ. Ef þessir punktar hérna eru svona allavega nálægt í að fylgja beinni línu, þá getum við gert ráð fyrir að leifarnar fylgi normaldreifingu og það er nú allavega engar svona stórkostlegar áhyggjur að hafa hér, svo ég held að þetta ætti allt saman bara að vera í góðu lagi hjá okkur. En að sjálfsögðu gott að gera annars konar leifaritt og ég ætla bara að leyfa ykkur að stúdera það sjálf hvernig maður færi af því. Nú, það er nú oft svo að ástæðan fyrir við erum að meta þessi líkun er að við ætlum að nota þess að spá og við getum þá spáð fyrir gild á svarbreytunni fyrir ákveðið eða ákveðin gild á skýrubreytunni og það getum við gert með predict aðferðinni og við gerum það á eftirfarandi hátt og ég ætla aftur að bara stela þessari línu hér og förum hérna. Hér erum við með predict og við erum með nafnið á hlutnum. Svo þarf þetta að vera nákvæmlega svona. Við þurfum að segja new data jafnt og data.frame
Svo þetta hér þarf að vera nafnið á skýribreytunni sem við ætlum sem við erum með í líkanum okkar og svo gildið sem við viljum hér ætlum við að spá fyrir þyngd einstaklings, munu y-breytan okkar þyngd, þegar x-breytan okkar sem í þessi tilviki hæð tekur gildið 180. Svo líkan okkar spáir því að manneskja sem 180 cm á hæð séu 74,34 kíló. Við getum líka fengið spábil, 95% spábil. Þetta nú ekki heila í sannleikur, þetta bara spáin okkar og við getum skellt inn hérna, heitir það ekki method, neðar interval fyrirgefiði. Þá segjum við interval, jafnt og prediction og þá fáum við spábil fyrir framtíða mælingu. 95% spábil, neðra mark 56, efra mark 92 kíló. Við getum líka fengið öryggisbil fyrir línuna og þá dense. Hér höfum við öryggisbilið, það er þrengra og spábilið víðara. Þetta er spábil fyrir framtíðamælingu, þetta er öryggisbil bara fyrir beinu línuna. Já, herðu svona. Svo hérna fylgnistuðul, já, það er ágætt. Við getum viljað kanna tilgátu að aftur við getum reiknað út úrtaks fylgnistuðulinn fyrir úrtakið okkar, gera það með korraðferðinni. En við viljum kanna hvort hinn sanna fylgni sem við notum ró til að tákna, að hún sé frábrugðin núlli, að þá getum við nota korr.test og við fáum þá líka út fylgnina, sjáum. Korr.test, við mötum hana með breytunum okkar, x og y breytunum okkar og hér fáum við líka matið okkar. Þetta er fylgnistuðull úrtaksins, við notum oft litla r til að tákna, 0,71. Hér erum við að kanna tilgátuna ró, 0-tilgátuna er ró og jafnt á 0, gagntilgátuna er ró og frábrugðin núlli. Gildið á prófstærðinni T er 10,072, 97 frígráður, pínulítið p-gildi, svo við höfnum 0-tilgátu hér og ályktum að hinn sanna fylgni, sanni fylgnistöðullin gildið á honum er frábrugðin núlli.